Herra fundarstjóri, ágætu gestir. Ég ætla bara að biðja þakka ykkur fyrir að koma í dag. Stór, glæsilegur hópur. Við ætlum að fara, ég ætla að minna ykkur á bara, hann ætlar að draga í lottóinu eftir, kallinn. Og ég bara var ykkur við, alls ekki verið í símanum. Hann ætlar að vera með svona litla dróna að fylgjast með ykkur, hvort þið séðu í símanum og það minnkar líkurnar á að þið verið valið. En ég heiti Björn og er sölustjóri hjá Wise og ég ætla að fara svona stuttlega yfir hvað er framundan hjá Microsoft í útgáfumálum. Það er heilmikið nýtt núna framundan og ég ætla svona að fara aðeins yfir tækninýjungarnar og svo kemur hann Stefán Torfi eftir og fer svona aðeins dýpra í hlutina. Flestir vita af því að Navision og NAV-nafnið er dottið upp fyrir og nú heitir lausnin Business Central. Við köllum hana svona oftast bara BSC, svona okkar á milli, svona í almennu tali, en þetta er svona að byrja að venjast. Til að auðvelda útskýringar á þessum breytingum sem eru núna framundan, að þá er ég búinn að skipta þessu upp í 2 skref. Og fyrra skrefið er sem sagt þessi útgáfa sem heitir Business Central 14. Og þetta er svo útgáfa sem við erum að uppfæra viðskiptavini okkar í dag. Þessi útgáfa styður alla þessa helstu biðlara sem við könnumst við. Það er þessi Windows aðgangur sem er búinn að vera frá örófi alda í NAV og Navision á undan því. Síðan er það í rauninni þessi vef aðgangur og síðan er aðgangur í síma og spjaldtölvu. Þessa útgáfa Business Central erum við að uppfæra í núna og verður hægt að uppfæra alveg fram á næsta ár. Og það er ansi miklu búið að bæta við eins og vef og síma aðganginn í útgáfunni. Þarna er orðið auðvelt að skrifa upp á reikninga til dæmis í símanum og svona ýmislegt sem að auðveldar svona daglegt starf, en það er líka búið að vera mikla breytingar svona undir húddinu í kerfinu og það er til dæmis eins og workflow er búið að breytast mikið. Þetta er svona uppsetning á vinnuferlum sem getur þá verið í nokkrum skrefum til þess að láta kerfi gera eitthvað sjálfkrafa fyrir notandann og það er hægt að setja þetta upp í einu eða fleiri skrefum. Dæmi feril sem gæti verið hægt að nýta workflow í er til dæmis að sækja gengi á tilteknum tíma í einhverja tiltekna vefþjónustu og þá lesa inn í kerfið og láta kerfið bóka það sjálfkrafa á einhverjum ákveðnum tíma, alla virka daga vikunar eða eitthvað álíka. En þetta er svona eitt af því sem hefur verið mikil bæting í grunninu. En þetta er sem sagt þetta skref 1, Business Central 14 útgáfan. Síðan er það skref 2 og hér eru svona heldur meiri breytingar og þessa útgáfu reiknum við með að byrja að uppfæra í frá og með næsta hausti. Það sem er svona kannski stærst hér er að Windows klientinn sem við þekkjum í dag og erum öll að nota, hann dettur út og við tekur vefbiðlarinn. Það er svona ansi margt sem er komið í þennan vefbiðlara sem er orðið betra heldur en er í Windows-biðlaranum. Þannig ég held að þessi breyting verði bara til góðs að færa sig yfir í vefbiðlaranum. Meðal annars er leitin orðin enn öflugri, aðgangur að kerfinu er að sjálfsögðu orðin miklu öflugri vegna þess að það skiptir ekki máli hvort þú sért að nota Windows-tölvu eða Mac-tölvu eða hvar þú ert staðsettur. Þú munt alltaf komast inn í browserinn. Power BI er líka orðin hluti af vefbiðlarunum og þeir sem hafa verið að nota Power BI í dag, þeir skrá sig inn á powerbi.com til þess að skoða skýrslunar sínar, en með þessum vefbiðlara sem við byrjum að uppfæra í þessu skrefi 2, að þá verður hægt að nálgast skýrslunar sem viðkomandi hefur aðgangað innan biðlarans. Og það er hægt að stilla biðlarann þannig að þú getur annaðhvort verið með sjálfgefna skýrslu, opna, hvert skipti sem þú opnar klientinn og eða þú getur þá skráðið þarna inn í gegn og flett í gegnum þær skýrslur sem þú hefur aðgang að.
Tengingar við Microsoft Power Platform eru líka orðnar enn öflugri hér og Power BI hluti af Power Platform en það líka margt fleira þarna inni sem við getum nýtt okkur og við munum sýna ykkur dæmi Power Platform í kynninguna Stefáns Torfa hér á eftir. Önnur stór breyting að í þessari útgáfu eru allar sérbreytingar og sérkerfi í svokölluðu extensions eða sjálfstæðir pakkar. Ef við skoðum þetta aðeins betur, hvað þetta extensions að þá búið að slíta sérbreytingar og sérkerfi frá grunnkerfinu. Þannig í staðinn fyrir að við séum með grunnkerfið og svo séum við að sérbreyta innan grunnkerfisins, að þá heldur Microsoft grunnkerfinu alveg heilu án þess að vera með einhverjum sérbreytingum og hver og ein sérbreyting síðan sett í svona stakan pakka. Og það sem við græðum á því að fara þessa leið með því að gera bæði sérbreytingar og sérkerfi að sjálfstæðum pökkum, að þá þeir meðhöndlaðir svo lítil forrit og tengjast á hvert og eitt við grunnkerfið. Og með því að gera kerfin sjálfstæð, það ekki að setja forritsbreytingar inn í grunnkerfið, þá ansi margt sem að einfaldast. Og sem dæmi að hver og einn pakki eða extensions þarf þá að uppfæra sérstaklega og þá með sína eigin útgáfustjórnun. Uppfærslan á grunnkerfinu verður þar af leiðandi mun auðveldari því það engar sérbreytingar eða sérkerfi að þvælast fyrir og þegar grunnkerfið hefur uppfært þarf svo einfaldlega að tengja hvert og eitt extensions aftur við og þá þarf að vera búið að uppfæra hvern og einn pakka og þeim síðan bara smellt og tengt við grunnkerfið. Að tengja ólík sérkerfi við grunnkerfi verður þar af leiðandi auðveldara en áður því að allar sérbreytingarnar þá hjúpaðar í þessa pakka og hefur ekki áhrif á grunnkerfi sjálft. Pakkarnir eða extensions verða svo aðgengilegir hjá okkur í Wise og eða á AppSource. AppSource markaðstorg fyrir Microsoft lausnir, meðal annars Business Central og þetta svona svipað eins og við þekkjum úr símanum okkar, eins og í Apple símum þá heitir það App Store og í Google eða Android símum þá heitir það Play Store. Nema þetta þá fyrir Microsoft lausnir eins og Business Central og heitir AppSource. Öll kerfin hér fyrir Business Central vottuð á Microsoft og pakkað saman í svona extensions. Á sama hátt og við þekkjum flest úr appbúðunum í símanum okkar að þá fá þær lausnir sem verða hér í boði einkunnir frá notendum og umsögn og þá hægt að lesa sér til hvaða kerfi væri sniðugt að nýta sér. Hér verður auðvelt að nálgast þá ýmsar sérlausnir sem þá mismunandi eftir þó hverju landi hvað verður í boði hverju sinni. Allur hugbúnaður í AppSource síðan í mánaðarlegri áskrift. Microsoft Power Platform eitt af þessu sem kemur með góðri tengingu í nýju útgáfunni og Power Platform, þetta svona samansafn af nokkrum hugbúnaðarlausnum fyrir þá skýrslugerð og viðmót og hönnun á litlum snjalllausnum eins og til að birta í símum og spjaldtölvum og þá vinnuflæði til að tengja ólík kerfi saman. Og öll birtingin þá, eins og ég sagði áðan, í síma eða í spjaldtölvu og það einnig hægt að horfa á þessar lausnir svona í vefklæentinum að hluta. En Power BI, við fórum aðeins yfir þetta áðan, þetta svona flottar grafískar skýrslur og mælaborð og það má í rauninni segja að þær séu að fullu samþættar og birtanlegar inn í Business Central vefbiðlarunum og þá í rauninni orðin hluti af lausninni. Power Apps annað sem í þessari Power Platform suite hjá Microsoft og þarna sem sagt komið svona, ég leyfi mér að segja bara plattform fyrir kerfi sem auðveldar að útbúa þá lítil snjallforrit eða upp
fyrir smá sem stór verkefni. Og þetta í rauninni eitthvað sem að fyrirtækin eiga að geta gert sjálf með svona smá hjálp frá okkur, og þetta geta verið í rauninni, þetta geta verið tímastimplun, þetta geta verið viðvera, þetta geta verið viðhald á tækjum, yfirlit yfir einhver verkefni, allt sem að geti hjálpa til í svona lítilli snjallsímalausn. Möguleikarnir eru nánast óendanlegir. Power Automate síðan enn einn hlutin í þessu Power Platformi. Þarna í rauninni á myndrænan hátt hægt að setja upp svona eins og hálfgert flæðirit. Það í rauninni þarf ekkert að forrita í þessu, en hérna í rauninni þetta að stilla af að færa gögn úr einu forriti yfir í annað, niður á reiti og svo framvegis, og þetta höfum við verið að nota fyrir svona þar sem að við lendum í einhverju strandi að koma gögnum á milli kerfa, og höfum til dæmis notað þetta til þess að færa úr kerfum sem eru í Microsoft skýinu og yfir í kerfið sem eru á grunnum innanhús. Og Stefán fer svona kannski aðeins betur yfir þetta á eftir. Ef við rennum svona aðeins betur yfir þetta hérna, þetta rauninni þessar 2 útgáfur eða 2 skref. Það þessi útgáfa 14 og síðan þessi útgáfa 15. Við svona reiknum með að flestir munu taka ferðalagi í 2 skrefum og nýta sér þá að stoppa í þessum Windows-spiðlara sem síðasta útgáfan með Windows-spiðlaranum og nota hana eitthvað áfram, en þeir sem ætla sér að fara þessa leið, þeir þurfa hins vegar að fara í uppfærslu á næsta ári, vegna þess að Microsoft komið það hraða svona útgáfustjórnun að þeir eru að gefa út útgáfur 2 á ári, og eftir næsta ár þá verður rauninni ekki hægt að fara í þessu útgáfu. Síðan að sjálfsögðu hægt að taka þetta í einu stóru skrefi, eða sem sagt færa sig bara strax yfir í þessa 15 útgáfu og þarna sem sagt að færa sig þá yfir í VF-biðlaran og allar þessar nýjungar, og við reiknum með að frá og með næsta hausti þá verðum við tilbúin að uppfæra í þessa útgáfu. Síðan möguleiki hérna sem svona 3. skref, eða það ekki nú þegar tekið að færa þá gögnin upp í Azure skýjalausnirnar. En hérna ég búin að fara svona lauslega yfir hvað innifalið í útgáfunum 2 sem eru framundan, eða þessum 2 skrefum, og við myndum endilega vilja síðan heyra í ykkur, svona hvað ykkur finnst þetta og hvort að þið viljið fá einhverja nánari kynningu eða ræða uppfærslur í framhaldi. Hafið bara samband við okkur og við förum betur yfir. Annars þakka ég bara fyrir mig og hleypi næsta dagskrárlið að, herra fundarstjóri.